Það held ég nú, hann Virgil van Dijk, þvílíkur leikmaður, þvílíkt lag, þvílíkur hittari og þvílíkur fyrirliði. Ef stuðningsmenn fengi að kjósa, held ég myndum líka kjósa hann fyrirliði eins og leikmennir hafa gert núna í fjarveru reyndar Henderson og Milner. Þeir að hlusta á gullkastið, þetta tekið upp í kjölfarið á léttum sigrum á móti Cardiff og Rauðu Stjörnunni og við erum kannski líka að fara að hitta svolítið upp fyrir stórleik næstu helgar. Með mér á línunni þegar Maggi út á þínum staði í Breiðholtinu. Jep. Steini, þú ert að rústa hellinum. Það greinlega komið sem ekki pressa á þig að þú farin að endur nýjan. Þetta rosalegt. Ég bara búin að vera sveittur hérna í 8 daga bara svona að sjæna hellinu upp á nýtt. Hann bara, já, ég veit ekki hvort að hellir á að vera svona vel til tekin. En þetta alltaf að gerast. Það koma kannski myndir ykkur tíma fyrir hann Magnús vinn okkar á Kopp.is. Ég skora á Magnús að mæta hjá þér á morgun og hjálpa þér við þetta. Þá var að tala Magnús, já. Þetta er þetta flóki, sko? Já, þetta er að flækjast ennþá meira. Það er eitt Maggi viðbót með okkur, þetta er alltaf við sem við köllum hann Bírsleið, þetta er bróðurinn að Tinnu, ég þekki hana líka þannig. En Maggi Þórarins, sæll og velkomin aftur. Takk hérlega, takk fyrir boðið og ég hlakka til þess að skýta hellinn hans Steina út hérna ef mér boðið. Já. Það er bara byrja. Þú ert bara þriðji Magginn í rauðinni, sko. Herðu, hérna Maggi, ég byrja þér og þá er ég að tala um Magnús Þór. Já. Ég byrja þér, það er risafrétt í dag, við erum að opna aftur í Kermúnaín hotnið okkar. Það er búið að orða við Liverpool og ég var svo hissa ég sá það í dag að hann er bara 25 ára. Hvað er að frétta af okkar manni? Þú lítur að vera búin að addanum á Snapchat og Facebook og öllum öllum. Það er bara verkefnið í dag var það. Þetta er alltaf loksins kom að því, eins og ég svo sem tweetaði í dag, alveg, ef það var einhver tíma spurning um það Jürgen Klopp og stjórn Liverpool hlusti á gullkastið, þá er það orðið algjörlega staðreynd, því að við höfum aldrei gleymt Kermúnaín, sko. Og þetta er náttúrulega, ég bara dálítið fyndið því að við erum náttúrulega, held ég búin að gera grína því síðustu ára að þetta geti verið eitthvað möguleiki að hann verið komið, því að hann var orðað við okkur einhver tíman í kringum Rodgers tíman, kringum þessi Hodgson tíman held ég, sem var alltaf kannski alveg skiljanlegt þá, en kannski ekki alveg eins hvað sé augljóst núna. En þetta verður bara spennandi og þetta er í sjálfu sér svo sem ágætlega traustir miðlar þarna á Spáni sem er að tala um það að fá þennan efnilega leikmann sem er náttúrulega, hann er alveg klárlega efnilegur ennþá þessum 28 ára, ég skipti mig engu máli, hann er efnilegur. Við þurfum að fara að koma og gera okkur ferð, bara scouting mission fyrir klubbinn að skoða leikmann, ég held að það sé bara við hæfi. Herðu, þetta er út úr dúr, þetta gladdi okkur mjög að sjá þennan slúðurmóla sem er örugglega ekkert að marka frekar en venjulega þegar hann er orðað við Liverpool. En við byrjum þetta svo topparáttu bara almennt. Það byrjuði þér, Bírsleið. Manchester City þeir unnu í gær Tottenham úti. Þeir töpuðu ekki á Anfield og þeir eru að skora 3,5 mörk að meðaltali leikhaldi gegn þessum svokölluðu hinum 14 liðum í deildinni. Erum við ekki enn einu sinni að sjá Liverpool topp á stórkostlega röngum tíma? Já, það má alveg leggja út á þann veg. Ég horfði á hana leik í gær og ég var ekkert alveg sannfærður af City. Mér fannst alveg Spurs vera inn í leiknum á löngu köflum og auðvitað voru City alveg tæpur að komast í 2-0 á köflum en undir lokin fengu Tottenham séns á að jafna þetta. Þannig að þetta var ekkert eitthvað að rúlla yfir, en ekkert frekar en þegar við unnum og svo sem á Wembley. En að toppa á réttum tíma, þetta er alveg rétt og það er náttúrulega liggum að horfa bara í handbolta þjálfarana, þeir eru alltaf aðalatriði að toppa á réttum tíma. Við getum hort á því toppa á réttu tímabili eða að toppa hvenær á tímabilinu. Ég held að Liverpool eigi alveg góðan séns á að vera að spila þennan örugga, öfluga, flotta leik eins og við höfum verið að sjá núna upp á síðkastið. Á meðan Manchester City er ennþá að halda áfram með sitt form sem þið voru í fyrra. Það sem slátruðu öllu sem voru fyrir fram að þá. Og ég held að okkar topp, það er alveg fræðilegu möguleiki á því að við séum að ennþá
að þreyja þorran eftir því að fá toppinn og hann komi þá vonandi til dæmis í kringum jólin eða til dæmis þegar að fer að vora, þá viljum við fara að toppa. En á meðan við erum ennþá að hanga í þeim á stigum framundir jólaprógram, þá er mér alveg sama hvort að City vinni alla leiki 10-0. Ég held að við munum aldrei vinna deildina á markahlutfalli, ég held við vinnum hann á stigum og City mega alveg toppa fram og tilbaka núna þangað til að ég trúi því ekki að þeir haldi þessu formi út allt sísonið. Þannig ég ætla að segja Liverpool á alveg séns ennþá. Jöfull, Steini, þú sammála þessu? Ég ánægði með Magga. Já, ef að Liverpool á ekki séns ennþá verandi jafnir að stigum eftir 10 umferðir, þá bara hvenær þá sénsinn? Jú, City eru flottir. Þeir eru samt einhvern veginn svona, það eitthvað við á sem að fær mig til að trúa því að þetta sé alveg hægt, en þetta náttúrulega fáránlega vel manna lið, en það eru alveg veikleikar í þessu og ég meina þeir eru nú þegar búin að tapa stigum á móti Úlfunum. Einu stigin sem við erum búin að tapa eru á móti City og Chelsea, sem eru 2 leikir sem þú reiknar ekkert endilega með 3 stigum út úr. Þannig að ef að liðið að fara að spóla sig af stað sóknarlega núna með þessa vörna, þá ég bara alveg game on í að taka slaginn bara haus í haus við City og þetta eru 2 frábær fótboltalið. Við sýndum það á síðasta tímabili þegar við vorum komni með svona hluta af þessari vörn sem við erum með núna, að við stóðum þeim fyllilega snúðing. Núna erum við búin að bæta við markmanni og síðan hitti hann Joe Gomez, Steinrík eða Sjóðrík, hver það sem að býr til seiðið þarna og er búin að vera páránlegur síðan. Alveg haldið til að haga það er Sjóðríkur, Steinríkur drætt í pottum. Já. Það er aðeins bara að penna í sporin hann. Ok, fyrirgeðu Sjóðríkur minn, ég ætla ekki að hringja þig með þessu, en hann er búin að taka náttúrulega bara fáránlegum framförum drengurinn og bara sýnir þvílík gæði bara hvert einasta skipti sem hann stígur hann á völlin. Ég er ekki alveg að prifina á hann þegar hann er í bakverðinum, en í miðverðinu þetta er bara þessi hraði og bara þessi ákefð og hann er búin að vera stórkostlegur. Þannig að af hverju ættu við ekki geta veitt þeim keppni? Eins og ég segi, menn að ná að stilla strengi sóknarlega, jú á móti 2 tiltölulega slökum mótinum, en það þurfti samt að stilla strengi, þannig að ég er bara game on. Á ég bara að vera leiðilega kallinn. Ég held að City sé með ofurlið í enska boltanum. Fara að verða? Að sé bara orðið ofurlið í enska boltanum. Ég auðvitað er allt rétt sem menn er að segja, við afskurum ekkert hlutina í október, nóvember, mjög góður. Og auðvitað getur þetta allt gerst. En mér varst einmitt það sem ég sá, ég reyndar horfði ekki á alla leikin, ég horfði á svona 30 mínútna klippu frá BBC í gær. Og það var kannski það eina sem ég var að vona að þeir myndi einhvern veginn svona falla á einhvern bananaskinn eða einhvern veginn græja svona leika á ónýttum fótboltavelli þar sem var erfitt að eiga við það. Mér fannst þeir bara taka það próf. Kannski ég píldi bituna því, ég horfði á þá gjörsamlega bakka yfir Burnley í leiknum þar á undan. Sá leikur gat farið 12-14-0 og var bara einstefna frá upphafi og ég held bara þeir séu skrefin undan okkur í ár, menn það er fara að spá þessu núna, en ég er svolítið á því að við munum setja stigamöt fyrir Liverpool í vetur sem félag, en að City-liðið sé allavega jafn gott eins og liðið sem vann titilin í fyrra og fékk 100 stig. Þannig að 102 stig hvað það var. Þannig ég held að við séum bara á þeim staðnum að titilin sé ekki okkar til að vinna heldur City til þess að tapa og auðvitað kannski það er alltaf kjánlegt að tala þessu umræðu hérna núna, mér fannst þessi mánudagsleikur einmitt einhvern veginn svona bara fór í mig að þeir skildu líka geta unnið svona skýrt, kannski ekkert síst í ljós því að þeir náðu ekki vinna en úlfaleik þróttir að hafa verið með boltan einhver
82% átt ykkur 30 skot á marki sko, að þá voru þeir þarna búin að skora snemma og voru með þetta Tottenham-lið sem reyndar mér fannst svo sem finnst það svona alveg kannski sömu merki á þessu Tottenham-liði í þessum leik og svo var móti okkur, það vantar aðeins upp á gæðin þeirra, en því miður þá finnst mér þetta einhvern veginn stefna svolítið þannig að City sé á þessum stað. Kannski það eina sem maður gerir sér vonur er það að þeir séu það uppteknir af meistaradeildinni núna, það verði fókusinn þeirra þegar að líða vorið og vonandi verður það bara. En þetta City-lið er óvænlega sterkt finnst mér og þeir eru frábæri sóknarlega en þarna í þessum leik voru þeir líka að sýna einmitt varnarframistöðu sem að mér fannst vera geggjuð. En auðvitað líka erfitt að ákveða mánudag október nóvember að einhvern sé hlutinni þannig, en ég held að þessu klárlega 100+ í stigum í vetur líka. Maggi, það eitthvað nýtt að þeir hafa verið að slátra litliðum? Þeir eru búin að spila núna 2 leiki núna eftir að tímabilið byrjaði fyrir einhverja alvöru. Það var á móti okkur og móti Tottenham. Tottenham var bara einu drullu frá Erik Lamela frá því að taka stig út úr þeim leik. Þannig að Já. Og það er ekkert nýtt að þeir slátra þessum litliðum alveg eins hægri vinstri og það reyndar ekkert nein tíðindi að lið sé að slátra Burnley. Chelsea hefði getað unnið með 2 stiga tölu helgina líka sko. Þetta bara þetta kannski þetta allavega er auðvitað einhvern veginn ekkert það sem maður á að vera vetta fyrir sér akkurat kannski núna, til dæmis bara til dæmis verður náttúrulega klárlega við ræðum það seinna í þættinum næsta helgi er náttúrulega bara til dæmis risa próf fyrir okkur klárlega sem að verður bara ógeðslega gaman að sjá hvernig við leysum þetta Arsenal-lið er spennandi en núna er að því við svolítið að tala um prógrami hjá okkur og þá náttúrulega núna svolítið þannig að þetta City-lið er svo sem að fara núna í heimaleiki við Southampton og annað lítilið þarna Manchester United, þannig að prógrami þeirra framundan virkar svona vel gert. heldur en okkar sko. Þannig að það verður bara að sjá hvernig það. Og alls ekki misskilja mig með það að þetta City-lið er náttúrulega algjörlega stórkostlegt bara frá A til Ö og bara hrikalega vel mannað og það er náttúrulega, það er kraftaverk, ég er alveg sammála því að það er kraftaverk ef eitthvað lið tekur titilinn af þeim, en mér finnst við eiga alveg bara fullan séns eins og staðin er núna með hvað er búið af leikjum og stöðin akkurat núna, það er bara þetta er framar vonum. Ég tek algjörlega undir með Steinar sko, að málega það, meðan við höngum í þeim þá eigum við alltaf séns og ég horfði alveg á leikinn alveg grundigt í gær og ég sá til dæmis að sá sem að við voru að segja að væri besti bakvörður, vinstri bakvörður deildarinnar eftir fyrstu 3-4 leikina, Mendy hjá City, hann var hörmung, hann var algjörlega sko, hann var bara eiginlega að einbeita sér að Instagram eða einhverju, hann var bara alveg út úr túni og þeir voru bara heppnir að hann hefði ekki gefið 1 eða 2 mörk og það eru alveg einhverjir veikleikar í þessu City-liði en þegar þeir komast á skrið, ef þeir eru komnir ef þeir ná að komast 1-3 lifir, þá eru þeir að fara að slátra liðum, en á meðan þeir eru að mæta kannski einhverjum alvöru mótandstæðing, þá er alltaf séns. Ég held að við megum alveg horfið það líka, það eru nokkrir í þessu byrjunarliði hjá City sem hafa ekki tekið fulla törn. Það eru nokkrir sem eru svona komnir nýir inn, Bernard og hafsendarnir, annar kom nýir inn, þetta eru ungir hafsendar hjá þeim og þó þeir hafi orðið meistar á síðasta tímabili, það var það svo þægilegt. Þeir voru löngu komnir með forskot og ef við höngum í þeim, þá setjum við pressu á það og eins og ég segi, allt getur gerst í fótbolta, það er þeir geta fara að einbeita sér að Champions League og við getum, ég held að okkar fókus sé fyrst og fremst á deildina og við eigum alltaf séns á meðan við höngum í þessu, þannig að bara keep on going. Nákvæmlega, þetta er umræða sem við tökum líklega oftar í vetur og þetta er alltaf algjört böll með meistaradeildina, við erum alltaf að fara að vinna hana í ár, það er alveg ljóst, en við tökum bara deildina líka. Maggi, sko, þetta var nú ekki flugveldasýning gegn Cardiff, en er þetta ekki ákveðið þroskamerki að sjá liðið vera oftar að brjóta svona rosalega djúpan varnarleik? Þetta var nú og er líklega það ýktasta sem við sjáum í uppleiki andstæðinganna. Já, klárlega.
og rauninni alveg ótrúlegt í sjálfu sér hversu lengi þetta var séns hjá Cardiff rauninni með hvernig upplegið leiknum þeirra var. Við náttúrulega vorum náttúrulega klárlega það voru tilfærslir í leikkerfinu hjá okkur í báðum þessum leikjum sem við erum búinir þar sem við vorum aðeins að setja miðjumennina okkar aðeins fastari niður og láta svona vera eitthvað sóknartengilið Shaqiri á móti Rauðstjörnunni og svo og Lallana á móti Cardiff sem átti að vera svona frjáls þannig að við vorum kannski ekki að skapa okkur einhver fullt af færum en ég meina ég held að fyrri hálfleikurinn hvað var ekki 86-14 í possession þú veist það er náttúrulega ótrúlegar tölur í úrvalsdeildarleik eða efstu deild í rauninni hvar sem er í heiminum hvað þá í aðdöfum fótbolta eins og móti í Englandi sko þetta er ótrúlega það er bara fáránlegt sko það er fáránlegt sko en svo má alveg segja það sko svo náttúrulega erum við mjög linir fyrstu 20 mínútur í seinni hálfleik vorum bara áttum ekki skot á markið þetta var alveg ótrúlega leikur fyrstu 20 mínútur í seinni sem var ekkert í gangi ekki nokkuð skapaða hluti svo skorum við og samt sko náður að kella þetta inn markið sem þetta klárlega var ólöglegt að mínu viti en samt sko þá vorum við komnir á 84 mínútu og Cardiff var einhvern veginn enn inn í leiknum þannig að þeir eru náttúrulega bara ólsegir og náttúrulega alveg bara eins og svo sem Warnock og þessir kallar Pulis og Hodgson og þessir kallar allir eru náttúrulega bara búa til ótrúlegan vilja í því að verjast að ná að halda ykkur því að standa bara í vörn í 80 mínútur pluss í hele fótboltaleik þú þarft alveg ótrúlegt upplegg fyrst mér til þess að gera það og rauninni alveg fáránlegt að þeir voru alveg inn í leiknum bara 83 mínútur þegar þetta mark kemur það bara og svo kom einhver löng yngast og maður bara já ok ekki það ég hafði einhvern tímann trú á því að Cardiff myndi jafna en þú veist ég hlustaði á þetta með enskum þul og ég veit ekki hversu lengi þeir tugðu sko unbelievable að Cardiff var still in this en það var kannski eitthvað sem maður má líka kannski horfa einhvern á hvernig okkur tókst að skapa ekki fleiri sko opinfæri og sennilega var það nú bara vegna þess að Cardiff voru náttúrulega bara einmitt ótrúlega agaðir og grimmir í því að verjast og það er kannski besta sem kom fyrir leikin var að þeir skildu skora því að þá komur ofar á völlin og þannig að vissum við hvað gerðist þannig að það gerðist hvað 2 mörk á 3 mínútum og þá sá maður bara bendingar þeirra voru nokk tilbaka með ykkur aftur og slækið á það var bara þannig þannig að það má alveg kannski segja það í rauninni var þetta kannski ekki ég ætla ekki að láta eins og þetta að vera eitthvað stress eða vesen þegar komist í 2-1 en með hvernig leikurinn var að það var alltaf surrealísk þvæla að staðan væri 2-1 þegar voru 10 mínútur eftir þessum leik það var náttúrulega alveg út í hött Steini ekki líka sjá aðeins kannski við erum komin hérna í 2-0 forystu við erum aðeins að sjá bara breyttar áherslur það ekki hjá mér finnst það hjá liðinu þetta það eins og við svona treystum orðið vörnin líka betur og kannski réttilega Ertu inn í Steini minn? Nei Maggi, Bílsleið þú tekur þetta Já, eins og maður horfði á þetta, þá bara var það þannig að þetta var svona dálítið önnur nálgun hjá okkur eins og hefur við dálítið verið í þessu tímabili. Við erum meira rólegir og svona vinna okkur inn í leiki og stjórnaðum frekar en að taka þessa brjáluðu pressu út allan völl og eins og náttúrulega Cardiff bauð upp í þann dans að við vorum eins og ég segi eftir held í korter þá vorum við með 90% possession og við vorum alveg að fá alveg stöku færi til að klára þetta, Van Dijk skallar í stöng og loka mínútum þá hendir Lallana sér fram og varð á línu en þetta er svona ekta leikur sem að mér fannst aldrei verið í hættu og kannski í fyrsta sinn í langan tíma var maður ekki stressar að hann væri í hættu þó að staðan veri bara 1-0 í hálfleik og allt það. Þetta loksins við fengum á okkur þetta mark, þetta greið mark, við vorum 16 mínútum held ég frá því að bæta metið, að halda hreinu, það er að segja klúbbmetið að bæta hreinu. Fór það svo helviti nálægt í maður? Það fór svo nálægt, við vorum bara þessi vörn sem átti alveg skilið, þetta hefði verið spurningum mínútur í uppbótartíma, hvort við hefðum bætta eða jafna það, sko, þannig að það færst yfir á Arsenal-leikin hvort við hefðum raunverulega bætt metið, en svo kemur þetta slísalega mark sem allt í einu fyrir bara algjörlega tilviljun í rauninni, setur okkur í þá stöðu að þurfa að hnykla vöðvana, en ég fannst það persónulega bara á endanum, maður tekið nú pínu Pollyun á þetta, að mér fannst það bara jákvætt
að við höfum fengið þetta mark á okkur af því að þá þurftum við aðeins að hnykla vöðvana og við þurftum bara að segja allt í lagi, þeir eru komnir hérna einu marki nálægt okkur og það stutt eftir, þá setjum við bara 2 á það og það bara það sem við gerðum og ég held að það hefði gert aldrei bara Þetta eru rosalega eftiráfræði, maður var alls ekki sóttur þegar Já, þetta poli hann alltaf í eftiráfræðum sko. Reyndar En svona ætla ég að minnst að sögu skoða það sko, en það var ég á skýrsluvakt þannig ég bara ætla að ákveða það að þetta hafi verið jákvætt að fá þessu 1 mark og skora 2 í staðinn Nákvæmlega, Steini, þetta líka, eins og tala hvað varnarleikurinn orðið mikilvægur núna, þetta náttúrulega 4 mörk í deildinni bara grín, en þeir voru að gera 7 jafntefli í fyrra og við vorum að tapa niður forystu á Anfield í einhverjum 4 leikjum af þessum 7, sko, þetta rándýrt þú gerir tímabil. Já, það bara, það felldi okkur ekki það nokkuð lið hafi áttu sjans í City í fyrra, en þetta svona, gerði það við náttúrulega rétt slefum inn í meistaradeildskilur það var bara mjög tæft þannig séð já, þegar fókusum var komin á meistaradeildina þá náttúrulega datt þetta svolítið niður en heilt yfir tímabilið og ástæðan fyrir því að við vorum ekki að setja meiri pressu á liðin fyrir ofan okkur og sérstaklega annarsættið var nákvæmlega þessi, við vorum bara ekki að klára þessa leiki á heimavelli, við vorum ekki að og sérstaklega framan á tímabili, það voru þessi jafntefli sem var sviðu svo rosalega og þessir leikir á móti fallkandídötum sem við vorum ekki að klára, sem bara, það var enginn í vafa getuminn og horfið bara á þetta Cardiff, ég er búin að segja það í síðasta podcasti, þetta er ömurlega leiðilegt fótboltalið og á bara ekki nokkuð erindi í þessa deild, bara því miður að segja það, og það sást svo rosalega í þessum leik að maður eiginlega svona var bara hálf sjokkeraður að horfa á löngum köflum í fyrrihálfleik getum munin á 2 liðum í þessari einni sterkustu deild Hann loksins kom að því það var bara að stoppa á hann, það var rauðlega tóma vitleysu Ég klippi þetta hérna strákar, Steini, þú ert á mute Steini, þú ert á mute Sterkustu deild í heimi, það er enda þetta hjá honum Já Við getum bara unnið út frá því hérna og ég hendi þín Maggi bara með aðeins með þessu fingur sens 1, 2 og þetta eru nú nákvæmlega Steini, þetta er nokkuð magna með við við tökum þetta aðeins síðar styrkleika Cardiff, ég ætla aðeins að koma til þín Maggi bara með örstuðtapælingun minna líka, ég meina þessi vika er rosalega mikilvæg fyrir Klopp og þetta eru 2 veikustu lið sem við höfum mælt núna í bara allavega þessu tímabili og svolítið langan tíma, ég meina það er tölvöld mikilvægt að ná hann inn þessum squad playerum, það er fullt af leikmönnum að fá mínútur núna í þessari viku sem að virkilega þurftu þess. Algjörlega, mér varst, og eins og ég kom að þessi ná, mér varst rosalega gaman að sjá stóra málið í þessari viku, finnst mér náttúrulega klárlega vera, þú veist, enn skrefin hjá Shaqiri og Fabinho klárlega og minna þessi tilfærsla á leikkerfi sem var, mér fannst hún bara mjög sýnileg og bara, maður sá bara eftir kortera mútið Rauðstjörnunni, þetta var bara gamaldags 4-2-3-1 og þar var bara Fabinho greinlega kunni allt sem að, þú veist, þar leikkerfi og þá leikstöðu kann hann bara held ég bara frá 11 frekar 10, þannig að það er ekkert spurninginu það að þessi leikir skiptu ótrúlega miklu máli og þó ég hafi verið ergið með Moreno sem ég var stegað svolítið þátt að þessu marki sem var auðvitað bara rangstöðumark, að þá er alveg frábært að geta verið komin á þennan stað, við höfum bara ekkert verið þarna undanfarin ár, við þurfum bara að horfa 5 mánuði eftir í tíman og skoða, ég fór bara að skoða það bara yfir Cardiff-leiknum helgina, hvaða liðskipan við stiltum upp til dæmis í Everton-leiknum í kringum meistaradeildarleikina, þar sem við vorum að vera stráka, ég meina við minnumst ekki á það svo langt þessi hóp í dag, hann kom inn á í úrslitaleik meistaradeildarinnar fyrir 5 mánuði síðan þessi strákur, hann er ekki í hóp hjá Liverpool í dag og það er þetta frábært að geta bara verið allar skoðanur að Henderson og Milner og öllum þessum mönnum sem hafa verið settur og kvildur og geymdir fyrir mínu á miðvikudaginn en það var frábært að vera komin með leikmannhóp sem að
tikkar svona inn og það þetta mun skipta ótrúlega miklu máli þegar við förum inn í desember og janúarprogrammið, þetta allræmda á Bretlandi og svo aftur kannski voru við verðum í meistaradeildinni kringum páskana að vera komið með þessa leikmenn í takt og þú veist, það sem að mér finnst líka bara ánægilegt eins og við takið þessa út, Shaqiri og Fabinho, þá vitum við alveg það að það hefur ekkert alltaf gengið neitt rosa vel hjá öllum nýjum leikmennum og komin hjá Klopp. Mér fannst maður að sjá alveg klárlega í þessum tveimur leikjum að þessi leikmenn, þetta verður bara legendar í þetta verð sem við borgum fyrir Shaqiri að við heldur svona áfram, en að því eitthvað svona röfl og mumblum það að Fabinho var ekki tilbúin eða klár alveg á hreinu að sko hans framvistaða núna hefur alveg sýnt það að þessi strákur á eftir að nýtast okkur bara heil mikið og squad rotation þetta bara nútíma fótbolti, við getum haft allar skoðanir í heimi á því hvað okkur finnst það að breyta sigurlið og allt þetta dótadæmi, en bara þegar þú ert með liðið svo Liverpool þar sem að þjálfarinn að setja það á því að hlaupa 12-14 kílómetri leik, þá mun þetta hafa gríðarlega mikið að segja þegar líður á tímabilið að geta kipt út mönnum og snúist í því sko, og að því við vorum pílítið að stressa okkur til svo Löfren, eini maðurinn sem kannski spilar alla leiki er maðurinn sem þetta frábæra lag var sungið upp á því þáttarins, þeir bara, það var bara, þetta var eins og það verið sami maðurinn Löfren og Gómez, sem að Gómez fljótar að hlaupa sýndi þarna á hvernig staði leiknum, þá þetta bara einhvern veginn þannig að það komin einhvern veginn taktur í liðið að það virðist vera allt í lagi núna að kippa mönnum út og fara það eins til að menn eru bara einhvern veginn klárir í það að leysa það verkefni sem fyrir það var lagt og það þetta bara mögnuð breyting. Strákar, ég ætla að stoppa það sérna, ég klippi þetta til aftur. Maggi, ef það eitthvað sem getur gert við mikrofónu þá passa að hafa hann allavega í lagi, þú er rosalega upp og niður, heyrið ekki strákar, ekki ennþá eða? Ég heyri fínt sko. Já, ég sammála það fer svona upp og niður hjá honum. Þetta er mjög óstöðugt samtíð þér, Maggi. Steini, þú komur í lag á. Ég held þetta ná að klippast það sem þú dast út, þannig að það er allt í góðum. Annars bara það var ágætt að ég sendi ykkur hver er næstur svona að fá ok eða já eða eitthvað við í á spjallinu. Hvar sendirðu þá? Á Facebook? Ég er alltaf í doc-skjálinu á spjallborinu þar. Ok, ég sé ekki það. Ok. Herðu, ég ætla að geta þín víslegi núna. Herðu, þetta er nákvæmlega, en þetta var flottur sigur á Cardiff og einn af mörgum meira samfært heldur en við erum að taka áður, en geti þín víslegi ég man ekki eftir samfærti sigurleik hjá Liverpool samt núna allavega ekki undanfarin ár, það sem að umræðan snýrist ekki að mestu að hversu slakur mótherjinn var. Svolítið eins og Steini kom inn á áðan og ég mun að það er alveg klárlega hellingu til í því með þetta Cardiff-lið en bara tökum hversu óbáslega lélegt er þetta Cardiff-lið bara þá jafnvel bara í sögulegu samhengi í þessari deild sko núna undanfarin ár. Í sögulegu samhengi þá eru þeir slakir og með því slakastla en ég held reyndar að á endanum muni þeir slysast til að fá fleiri þeir mun ekki vera þeir versta lið í sögunni varðandi stigasöfnun. Ég held einhvern veginn að þeir beiti þannig taktík að þeir muni alltaf enda með aðeins fleiri stiga við bjuggust við, bara þeir beiti þessari frum taktík og sem að mun alltaf skila einhverju. Þetta er svona Hodgson 33% árangurinn alltaf hérna. Já, þetta er Hodgson í margföldu veldi og við vitum alveg hvað Warnock stendur fyrir og innköstum þó það má alveg svo sem setja því samvikið að við fengið þjálfara í innköstum og vonandi að þau sé orðin tipp-topp hjá okkur en við erum hins vegar ekki að nota það sem okkar helsta vopn sko. En þegar maður horfir á hann Cardiff leik og svo ég tek undir með Magga að nafna mínum að þá var sko róteringin fannst mér það margt af því skemmtilega í þessum leik og Shaqiri kemur inn í bara sem varamaður en brillar á hálftíma. Moreno fær break. Ég fannst hann ekki alls slæmur þó hann átti klárlega prósentu sök í markinu. Og Lallana, við erum að reyna að spila grei Lallana í form. Ég held að
og eins og við komum kannski að síðar þá hvort að hann verður nokkuð tíman sá maður sem að við keyptum eða var eins góður hann var fyrir 2 árum en þetta Cardiff lið ég held að þeir verði bara liggja bænmegnið af tímabilinu og vonast eftir því besta af því að þeir eru lið sem að treystir á lukkuna þeir treysta á að boltinn falli til þeirra þegar þeir bomba boltanum fram það er engin tilviljun þegar ég var að taka þetta saman fyrir skýrsluna þeir eru búin að vinna flest skalla í deildinni ástæðan svo að þeir bomba boltanum alltaf fram þannig að það er bara eins og það er ekki ákveðin uppgjöfsagt eins og ég held að hann hafi sagt það eftir leika Harry Arter sem ég held að sé nú einn af þeirra betri leikmönnum hann er ekki í hóp og það, ég veit ekki hvort það sé staðfestið ekki það var til að forða leikbann, það er ekkert á honum ég meina, mér finnst það merkjum rosalega uppgjöf Já, það var bæði uppgjöf en það var líka pragmatik og ég held að þegar menn eru raunsæir og ákveða að þá langi að vera í úrvalsdeildinni að þá takir þeir svona raunsæja leiðina af hlutunum en það er eins og menn sögðu og eins og þeir sögðu á BBC í útsendingunni að þeir trúðu í varla að Cardiff væri einu marki frá því að ná stig í leiknum þegar það var komið svona seint í leikinn með hvað við vorum að yfirspila þá þannig að en þetta spilar allt saman og Cardiff eru þeir ég veit ekki hvað menn að veðja á hlutina en ég myndi veðja á Cardiff falli Þetta er frábært samt fyrir okkur að við séum loksins að fá þennan status hjá þessu litlu lið. Það hefur verið óþolandi stundum að sjá einmitt þessi lið búin að gefast upp fyrir leikja móti Manchester liðunum og svona. Það er fínt að Liverpool sem koma þarna, við fögnum því. Algjörlega. Og talandi svona heimsklassa-steini þá og höldum áfram var þetta vikan sem að Sala hrökk í gang aftur og ég meina hann setur þetta met með að skora 50 mörk á sem skemmstum tíma meðan allra strækar í sögu Liverpool, þetta ágætis listi. Ég meina, setur þetta ekki bara umræðana á að hann sé bara, hann komin í flokk meðal þeirra bestu í sögu félagsins, sóknarmanna félagsins? Jú, þetta er svolítið fyndið að er svona broslegt að skoða þetta núna að hann hafi verið að setja þetta með þetta því að við vorum að taka podcast í hverju viku fyrir akkurat árið síðan og í kringu það og þá vorum við alltaf bara wow, heyrðu bara hann er þetta góð bara en hvenær hættir þetta og þetta er bara ekkert að hætta og þetta er náttúrulega bara með að við leikmennina sem að hann var að skríða fram úr varðandi þetta met sitt að það er bara með algjörum ólíkindum og jú, hann var ekki eins og hann var undir það síðasta og síðasta tímabili en við höfum margoft farið yfir það hér líka að markaskorun og bara leikurinn hans hefur ekkert verið ósvipaður í byrjun þessa tímabils og síðasta tímabils. Hann var svolítið lengi af stað og þetta er ekki leikmaður sem að skorar þrennu. Þetta er ekki Harry Kane sem að býr til markarekordið sitt með mörg, þegar hann á virkilega góðan dag á móti liðum og þá er hann að setja þrennu eða fernu. Sala er alltaf að skora 1 mark eða 2 mörk. Hann er að skora í svo mörgum leikjum. Salasteinn er líka búin að koma að einhverjum 12 mörgum meira heldur en Harry Kane núna frá að byrja síðastímabil sem er náttúrulega eiginlega alveg ótrúlegt. Já, þetta er að dreifa svo mikið. Hann er ekkert að skora þetta í svona bylgjum, bara svipað og Suárez gerði stundum með þegar það var upp á sitt besta. Hann náttúrulega bara markmaðurinn hjá Norwich hann bara krossaði sig og bara vildi helst ekki bara mæta í leiki á móti Luis Suárez því hann skoraði alltaf 3 eða 4 mörk í leik móti þeim. Sala er bara að setja þetta jafnt og þétt og hann er rauninni að skora svo mikið af mikilvægum mörkum. En fyrir mér, já, hann er komin í gang. Í rauninni fór hann aldrei neitt þannig úr tíð. En jú, auðvitað með að við síðasta vor þá var hann ekki á sama standard og bara nákvæmlega eins og í fyrra þá var hann að þurfa of marga sénsa til að skora.
Við erum líka að sjá það Steini, Fernando Torres, hann á, fótboltinn kannski ekki aðeins breyst á þessum tíma, kannski það eitthvað, ég veit það ekki, þeir voru á þessum tíma það Roger Hunt og þessi svona allra elstu, þá voru skorað hellingi leik líka og jafnvel miklu meira eldur en í dag, en ég meina, hann að gera þetta á okkur 1500 mínútum skemmri tíma heldur en efsti maður á þessu lista, eða horfum á þetta þannig, þú veist, hann að gera þetta svo miklu færri leikjum að þess vegna finnst mér þetta svona alveg opna á þessa umræða, hann sé bara komin í umræðana meðal okkar bestu strækjara í sögunni, þetta þarf hann að halda þessu áfram til að verða einn af þessum góðsögnum og vinna eitthvað, en ég meina hann hlýtur að koma inn í umræðana bara með þessu meti. Bara sjálfsögðu og mér finnst hann í rauninni ekki njóta alveg sannmælis bara almennt í fótboltanum í dag. Bara þetta markarekord hans, það eru bara 2 aðilar sem að eiga eitthvað í það og við vitum alveg hverju þeir eru og hafa verið síðustu árin. Nú er verið að tala að Eden Hazard sé besti leikmaður jafnvel í heiminum á einhverjum ákveðni mínútu þegar sem að tíminn er stoppaðar. En horfið að þennan gaur síðustu 12 mánuðin, hann er algjörlega geggjaður og ég sé ekkert af hverju það ætti að breytast eitthvað á næstunni. Nákvæmlega. Maggi, tökum aðeins umræðum kostinn á Adam Lallana áðan. Hann komin inn í byrjunlið þessari viku, hann hefur spilað núna, frá því að kom til Liverpool að spila helminginn af leikjunum sem var mögulegt og að mínum, maður þetta rétt aftur í tíma, þá hefur hann stórum hluta af þessari leikja verið að spila sig í leikform eins og hann að gera eðlilega núna. Ég bara spá, væru við jafnvel betur sett bara með Harry Kane að fá sensi núna í þessu hlutverki sem Lallan að fá, bara ungur og graður og heilsu heldur en Lallan núna. Ég setti könnunum þetta á hopputur fyrir í dag og við erum alltaf Þetta var Harry Wilson. Lallan eða Harry Wilson með leikvorm. Já, höfum þetta Harry Wilson, ég var mikið til í Kane. Við félagar fórum út og horfum á leik fyrir nokkrum árum þar sem þú týndist í koppstúkunni, þar sem ég hafði fram á því ekkert haft endilega miklu trú á Adam Lallana, en hann var klárlega einn af mínum uppáhaldsmönnum eftir þann leik því að hann er skemmtilegasti staður sem ég týnst á. Vel gert. Hann er sem sagt skemmtilegur leikmaður og hefur margt, en allavega það sem ég hef séð af honum í vetur, þetta náttúrulega er of snemmt að dæma, því það er frábært að geta spilað þessum stráki í einhvern form ef það tekst, en það er náttúrulega bara algjörlega ljóst mál að svo Lallana sem við sáum helgina var náttúrulega ekki með þreki meira heldur kannski einn hálfleik og svolítið kannski, það er svolítið erfitt finnst mér í þessu hápressu leikkerfi því hann var náttúrulega ekkert með í fyrra að finna almennilega hvað stöðun er að spila. Ég held að kannski hafi Klopp líka verið að skoða þetta 4-2-3-1 leikkerfi þar sem hann fekk svolítið að vera fljótandi í kerfinu, en mér fannst það var kannski eitt af þess að ég skildi ekki bara mjög oft í leiknum að Firmino komin langt einhvern veginn aftur fyrir hann að sækja boltann og ég held að það hefði bara verið píldi vegna þess að Lallana var kannski ekki alveg með bara á hreinu hvernig hann væri að fara að gera þetta, þannig að ég óttast að hans tími sem svona leikmaður eða leikmaður sem við getum sé einhver sem er upp á framtíðin að gera leikmaður sem við munum nýta. Ég held að þegar við förum að fara í leik Hefur hann átt eitthvað mikið meira en eitthvað hálft ár þar sem hann var svona alveg í toppstandi 2016-17 sem var virkilega góður skilur, en það er bæði orðið svolítið langt síðan og hann var alltaf meiddur fyrir þann tíma líka Ég sammála því, mér varst það klárlega besti tíminn að svara þetta leik sem hann vann einn og sér á móti Middlesbrough í neongræna búningnum, þú veist, það átt hann leikið þetta Norwich-leikin sem að berga okkur, það voru leikir þar sem að Lallana gerði og það var enginn viðskilja það að Adam Lallana er ofsalega skemmtilegur fótboltamaður. Það er gaman á honum og hann hefur hluti sem ekkert allir gefnir og hann sýndi það með í leiknum átti þetta tvær svona eitthvað stungur á milli manna sem var skemmtilegar, en hann er að klappa boltanum og mikið og hann er einhvern veginn, finnst mér einhvern veginn ekki alveg að finna sig í þessu sem við erum að gera hérna núna og mér fannst það heldur ekki þessa leiki sem var að spila í fyrra og ég held að sé bara Já, ég held að í rauninni þegar þetta fer að koma lengur inn í tímabilið og allir eru heilir, þá held ég að hans tími verði mjög takmarkaður í þessu liði og ég held að hann fái leiki svona við skulum alveg vera heiðarlegir með það að við ætlum okkur að vinna Cardiff á heimavelli og frábært að geta skotróttara þar, en þegar við förum að koma inn í leiki sem að
skipta máli, þá sé ég Lallana ekki fá mínútur svo glatt í vetur. Ég held að Shaqiri sé undan honum, ég meina við erum með Henderson og Milner báða undan honum í rauninni þeim leikjum og þegar Oxlade Chamberlain verður orðinn heill, ef það tekst þá mun hann líka fara fram úr honum. Þannig ég held að Lallana eigi ekkert endilega langan tíma eftir í Liverpool-treyjunni, sko. Vonandi. Þetta er klárlega ullar sokkur sem við erum tilbúinir að borða saman með sósu. Bara sósulausan, alveg því hann er skemmtilega fótboltamaður, alveg klárt. Ég verði til í aðeins að ljá líka skoðunum mín á Lallana. Ég alveg sammála öllu sem Maggi segir. Það er eins og sé að fjara líka undan Grey kallinum. Hann er búinn að vera meiddur mikið. Hann er komin yfir 30 og þetta er svona, hvenær á maður að fara að spila honum í gang eins og talað og mann finnst samt eins og Klopp sé mjög viljur til þess að gefa honum stóran séns. Hann er miklu uppáldi, það er alveg. Miklu uppáldi og hann er dýrkaður áður hjá Klopp. Ég vil samt ljá skoðun vina mín sem er mikill Southampton-maður. Þeir eru ekki margir hér á landi sem að halda með Southampton og þegar við keyptum Lallana þá hann yfti bara öxlum, honum var alveg sama þó þetta væri reynda þeirra kapteinn og allt það. Hann sagði við værum ekki að fá endilega þann mann sem við héldum að værum að fá. Við værum ekki að fá þennan mann sem væri að skapa svona rosalega mikið, búið til svona rosalega mikið, skora mörk úr föstum leikatriðum eða eitthvað svona. Þegar maður skoðar YouTube þá var hann að gera það hjá Southampton. En við erum bara í rauninni ekki að fá, höfum við aldrei fengið þann mann, því hann hefur aldrei hangið heill nógu lengi. Hann hefur hangið heill í þessu hálfu tímabil, verið flottur í stuttum köflum og nú er bara svona einhvern veginn liðið aðeins að fljóta fram hjá hann. Mér finnst virðingavert hvað Klopp er vinalegu við hann. En ég myndi persónulega hafa sett jafnvel Shaqiri bara í byrjunliði frá byrjun og svekkjandi fyrir hann að vera á bekknum eftir hennar rauðstjörnuleika, hann hlýtur að vera. Já, en það virðist samt vera komið eitthvað bræðra bandalag hjá, finnst mér, Klopp og Shaqiri. Af því að það er einhver fílingur í gangi þannig að Shaqiri sem náttúrulega vanur því að spila alla leiki með Stoke og allar mínútur fór frá Bayern München og út af því að hann var vannýttur og svo hann komið til okkar og hann að fá eitthvað svona pínu reality check en samt líka þegar þú ert með Klopp brosandi í andlitið á þér og knúsandi og segir, heyrðu, ég hef trú á þér og svo kemur þú bara inn og þú ert að fara að skora, þú ert að fara að setja upp, horfðu ekki í mínúturnar. Og ég held að það sé málið, það er eitthvað bræðra bandalag í gangi á honum og Klopp og ég held að ég syns Shaqiri, hann er ekki svekktur þó hann sé að fá korter eða tekin út af í hálfleik og ég veit ekki hvort það sé eitthvað sálfræði í gangi en ég meina, þetta að virka. Nákvæmlega, og hann klárlega komin bara auðveldlega inn, það svo sem alveg skiljulegt og bara gaman. Þetta var fyrsti leikurinn sem að byrjaði í meistaradeildinni í ykkur 6 ár sem alltaf alveg magnað en hann alltaf á ykkur leiki með Bayern og Inter en ekki sem byrjunarliðsmaður. Þannig að þetta bara flott og hann var að njóta þess krillegi tællur. Gáða í Steini ef við tökum aðeins dómarahotnið, það er eftir margar leiki sem við þurfum aðeins að taka dómarahotnið. Það er ekkert mikið ástæða til að ræða dómar þannig sé eftir afgerandi sigurleiki en var þessi vika ekki ágætt dæmi bara þann mikla mun sem við höfum upplifað á dómgæslu bæði á meginlandi Evrópu og í Englandi? Hvað veist þér? Ég held að sé bara sýna sig og sanna hvað kjallinn er klikkaður að hafa ekki stigið skrefið og tekið upp VAR því að þetta er bara Við höfum reyndar ekki hagnast að því allavega hann á móti ég man ekki hvað það var daginn sem við áttum ekki að fá Rauðurstjörnunni mögulega tæpir en til dæmis Cardiff hefur nú kannski alveg ekki Cardiff, allavega Gylfi Orrason ekki greinilega sammála mér svo las eftir rétt á fótbolti.net það sem haft eftir honum að honum fannst Van Dijk leika boltanum
Það er eina leikunum, ég var ekki sammálaðið, mér fannst. Ég er að tala um víti reynda sem að Sala átti klárlega að fá, en hérna Gylfi Orrason náttúrulega alveg út á túnið það með þáskoðun, það er nokkuð ljóst. Já, og þú ert náttúrulega bara á móti fótboltareglunum. Dómarar, allir sem halda því fram að þetta sé ekki rangstaða, ég skal alveg sannfærður halda því fram að ég hafi rétt fyrir mér og allir dómarar í heiminum hafa rangt fyrir þessu og segir kunni ekki reglurnar. Jöfusins vitleysa, ég er bara heitur, ég er bara að setja maður mjúti spástund og töðu fyrir þessu. Ég ætla líka að taka rant bara þetta, ég vil bara fá gömlu reglunar aftur, svona 20 ára aftur í tíman, ef þú ert innfyrir, þá er rangstað. Við erum að fá þjóðarleiðtoga öllum stærstu löndunum í heiminum, hann að þú veist, við erum að setja reglurnar aftur svona 30-50 ára aftur í tíman, þessi hlýtur að fara að koma til laga aftur. Eina góða renda við það þessa. Aftur 40 en hérna þetta er bara dæmum við erum að berjast þetta móti reglunum sko, en við breytum þeim ekkert á miðju tímabili, við þurfum að eins og það eru. Punkturinn er kannski ekki alveg heldur þessi stærstu atvik. Mér var Stuart Atwell í þessum leika móti Cardiff bara eins og hann væri svona aumingjagóður. Sala er með 3 aukaspyrnur á sig, Cardiff var með 4 eins og hann lagði sig, allt liðið. Það er með ólíkindum ef þú horfir á leikinn bara hvernig það fóru með Sala, sko. Það er bara ekkert nýtt, sko. Ég finnst nú, það vil nú ekki vera... Þess vegna spyr ég út í munin á Evrópu og Englandi. Já, bara, við höfum margoft farið yfir það og ég er algjörlega á því að dómgæslan á Englandi er bara alls ekki á nógu háum standard og í engu samræmi við standardin á ensku deildinni. Því miður. Það eru bara cirka 2 góðir dómarar á Englandi, virkilega góðir. Og við erum að horfa á menni svo hann Moss, sko, hann er feitar en ég. Hann er með meiri ístru heldur en ég. Og hvað er það í efstu deild hérna, á Englandi? Bara, þú ert atvinnum, þú gerir ekkert annað. Þú átt bara að vera í... Hann góðan helli heima á sér, það er gefið fyrir bestu fólk. Já, en hann fær borga fyrir að vera ekki þar inni. Þetta átt að breyta hlutunum þegar fyrir nokkrum árum, eða 10 árum eða 12 árum, þegar dómara voru gerðir atvinnumenn, þá átti þetta akkurat að vera það sem breytti hlutunum. Það er farið hináttina. Það er alveg farið hináttina mörg leyti og það er menn bara eiginlega dæma félagslega eða eftir aðstæðum, ekki eftir reglum. Algjörlega, nákvæmlega. Það er menn bara farnir að hugsa aumingjagleðina yfir því, þið munu hvort sem skora 4 mörk eins og við gerðum, en áttu við kannski að skora 6 eða 7, af því við áttum að fá 1, 2, 3 vítaspyrnur. Það er búið að berja okkur svo niður í þessum vítaspyrnudómum til dæmis í ensku deildinni. Það er 1 víti á Anfield á 18 mánuðum. Við erum búin að fá jafnmörg víti á Anfield eins og frá því Jürgen Klopp tók við eins og Crystal Palace hefur fengið á heimavelli. Hver er munurinn á hvað þessi lið er í vítateig? Við erum að sko sjá líka þarna, þetta er svo fáránlegur munur inni á því að það með ólíkindum, maður hálf afsaka sig eftir að fengi 2, sko við viðkjörnum það að þetta voru bæði frekar soft víti á móti Rauðastjörnunni, en maður er bara ekki vanur í að Liverpool fái vítin og orðið, og svo kemur það náttúrulega strax í næsta leik og eftir, sama helvítis bulla hefur verið þessa 18 mánuði og örugglega lengur, sko. Já, en soft og ekki soft, þetta var bæði brotin í teig, þannig að það er... Ég segi, við erum hálfpartið fættir að afsaka þetta. Nákvæmlega, við fáum samvinskupið yfir því greiði Rauðastjarnan að fá dæmt á sig að þetta var ekki jafn gróft og eins og það sem ensku dómararnir sleppa. Af því að þetta er orðið alveg ótrúlegt og sérstaklega því að við erum í ensku deildinni. Og þá vill maður nú að það sé einhver regla yfir alla hafa og tala ekki þegar að United sem að spila miklu slakari, minni sóknarleik, þeir eru miklu minna en í teignum heldur en við. Samt eru þeir bara að fá víti þegar að menn eru löglega tæklaðir. Hvað á maður eiginlega að hugsa þegar svona er í gangi? Svo líka samsæriskenningi sem Paul Tompkins hefur haldið nokkuð réttilega loftið, það eru liðin sem að, ég heldur séu öll með svolítið breska framlínu. Crystal Palace er með 13 víti frá byrjun síðast tímabils, Brighton 11, Bournemouth 9. Þetta eru liðir sem fengi flest víti.
það náttúrulega eiginlega bara með ólíkindum, sko. Enski leikmenn taka ekki dífu, samkvæmt öllum, en útlendingar, þeir eru alltaf að henda sér í jörðina, sem náttúrulega allir vita kolrangt þegar þú horfir á allt þetta og það virðist vera þannig að dómarnir séu bara að dæma eftir þjóðerni, skulum við segja það. Við förum ekki að leysa þetta í þessari viku, við tökum dómarhornið aftur fljótlega, það nokkuð ljóst. Maggi, áður við förum í Arsenal, það spurning hvort þú eigi að taka svona létt skauta yfir vikuna, kannski náttúrulega stendur upp úr þetta ræðilega slys hjá Leicester, ég meina þetta er raunum með ólíkindum, maður er að horfa á í útsendingu þyrftin að taka á loft og þau eru að grínast með þetta og þetta gerist náttúrulega strax í kjölfari. Þetta er náttúrulega, þetta er svo ótrúlega, þetta er náttúrulega, þessi kall er náttúrulega bara efni í kvikmynd alveg eins og bara á næsta ári þessuna, sko, en það getur að helvits áfallið á deildina. Já, þetta var það, þetta var svakalegt í rauninu og því maður einhvern veginn svona strekt inn í þetta að horfa á það sem svo sem þessi fréttamiðlar bera manni, þá náttúrulega datt maður inn í það að vera dálítið að fylgjast með því hvað var þarna í gangi í Leicester. Þetta var auðvitað bara ótrúlegt í rauninni og bara það sem var svo einhvern veginn og svo lengi einhvern veginn að gerast, það var alltaf líða langan tíma áður en að þetta einhvern veginn komið ljós. Eigandi var þarna lengi vel einhvern veginn vorum við að tala um að þetta hefði kannski bara verið eitthvað svona ónefndir, svo var Puel kominn og það náttúrulega svo segir, það hlýtur að vera að gera eitthvað svona, hvort það er heimildamynd þetta Leicester-ævintýri eða þennan kall, því að hann náttúrulega hefur klárlega hefur lagt ótrúlega mikið á sig til þess að koma þessu félagi á þennan stað sem er orðið, því að eitt að hafa að gera það misturum, en ég held að við erum alveg þess vegna öll búist við því að þeir myndu bara falla 2 árum seinna eða eitthvað, því að Leicester er alltaf búið að vera jójó fótboltalið í Englandi frá því ég man eftir mér, en Leicester er að verða svona solid top 10 klúbbur sem er ekkert einfalt í þessum risa heimi sem eru stattir í. Þetta er bara lítil borg í rauninni, svona miðlungsborg sem hefur eiginlega ekki verið þekkt fyrir neitt, sko, það er bara þannig. Þannig að hann er að búa til þarna ótrúlega stemmingu kringum þetta lið og er alltaf klárlega sorgardauði fyrir þetta samfélagi. Hann alltaf búin að lesa það, hann hefur verið mjög duglegur að gera flotta hluti sem að gera hana svona darling hjá öllum, þó þetta hefur verið svolítið svona ótrúlegu leið til þess að fara alltaf af leikjunum og senda þyrlan eftir sér inn á völlin og bara í rauninni alveg ótrúlegt hversu vel það fer að það skuli bara rapa þyrla þarna inn í miðri borg og rétt við fótboltavöll á þess að meira hafi gerst, það er náttúrulega alveg magnað. En þetta er eitthvað sem við mun verða klárlega eitt af þessum atriðum sem verður rifjað upp á næstu árum í fótboltaheiminum sem eitt af þessum slysum að hendi í kringum þetta fótboltaleiki, að það hefur verið gríðarlega mikið tekið frá Leicester og það verður alveg óbúðslegt pláss að stíga inn í hjá þessum kalli. Það er alveg augljóst mál og bara Þetta er eitthvað sem þetta er muni lengi. Já, fróðilegt að sjá hvað verður Leicester, það er bara þannig. Þetta er líka sem við segjum þetta slys, það er stúka hjá Chelsea og það muni allir af okkur vel eftir Matthew Harding slysinu, þó að hann var, við sem ekki þá hver það var í rauninni, ekki eins og maður hefur fylgst með þessu ævintýri, það gerir þetta kannski aðeins nærði, sko. En nákvæmlega þetta er ríkalegt og það verður að sjálfsögðu mínútu þögn fyrir alla leiki næstu helgi. Eitt annað, Maggi, aðeins út úr Red Sox þeir eru að taka titilin í 4. skipti núna í helgina. Það er náttúrulega baseball-lið Liverpool. Það er baseball-lið. Það er klúbburinn. Það er algjörlega þannig. Það er ekkert spurning að ég er eitthvað á því að þetta hjálpa okkur alveg. Maður getur alveg litið á þetta sem alls konar hluti, en ég held að einmitt þegar þeir unnu titilin fyrst með Red Sox og þá náttúrulega var það svolítið kannin að tala um eitthvað öskubusku ævintýri, en þeir eru náttúrulega bara með rock solid topplið í þessar íþrótt og mér finnst hún hundleiðileg, það eru þetta stór og mikil íþrótt í Bandaríkjunum og verulegt afrek hjá þessum eigundum að taka þennan titil aftur og enn og vera með ótrúlegt rekord í vetur og ég held að það gerir það bara hungraður í það að vinna titla með Liverpool líka. Ég held að finnst óbúslega gaman að ekki að vinna hann í kringum þessar Red Sox leiki og fara borgina Boston brosandi framan í fólk, en ég er alveg sannfærður að þessi hlutir nýtast okkar félagi svona í rauninu, þó þetta sé kannski ekkit stóra skrefið, að þá held ég að maður er eigandi íþróttaliðs og verður meistari og á svo annar lið í annar íþrótt, þá langar maður upplifa það líka með því. Ég held að það sé bara jákvætt.
Það verður það fyrsta sem ég reiki, það verður vindill með John Henry þegar Liverpool landar þessum titli loksins. Heitið í hermöð. En já, ég held að það sé ekki hægt að horfa á það, en þetta sé bara jákvætt fyrir Liverpool og vonandi farið að skila þessum árangrum okkur. Þeir eru búin að lenda í öðru seti held í öllum keppnum núna, þannig að það er bara eitt skref að taka í viðbót. Steini, geti þín, byrjum að svo Arsenal umræðu, langar að bara byrja á hana með Fabinho, þú veist, hann náttúrulega átti líka frábæra innkomi í síðustu viku, eða allavega öfluga, heldur hann hafi gert nóg til að halda sætinu sínu núna í byrjanliðinu eða og bara hvernig fannst þér hann koma út í þessum leikjum? Mér finnst það bara frábær. Ég bara búin að vera að bíða heillengi eftir hans svona innkomi inn í þetta. Klopp er náttúrulega vanur að gera þetta svona. Hann er ekkert að henda mönnum strax inn í djúpulögina. Hann vil menn læri leikstílinn og svona komið sér inn í samfélagið og annað slíkt og maður var svona smá bara býtu, já ok, og hvenær á þetta gerast? Síðan kemur hann inn í Red-Star-leikinn og byrjar svona fyrstu 5 mínúturnar, 10 mínúturnar svona frekar svona, já, hann setur ekkert marksett á leikinn en vinnur sér síðan inn í leikinn og er bara frábær og heldur því áfram á móti Cardiff. Það er bara, þetta er stór og sterkur strákur, hann er fljótur, hann er með auga fyrir spili, hann að ég vil bara hamra járnið á með það reitt og bara áfram, bara, ég finnst hann að ég bara skilið að halda á sæti sinni, þetta er bara snýst hver fær að vera honum við hlið og þetta, ég veit náttúrulega ekki hvernig staðan verður á Hendo eða Keita en þetta, það er orðið erfitt fyrir Klopp að velja í liði eftir þessu síðustu 2 leiki, enn og aftur þó að þetta hafi verið slækir andstæðingar að þá voru ansi margir sem að svöruðu kallinu, þannig að og sérstaklega Fabinho, mér finnst hann bara að hafa staðið upp úr svona heilt yfir báða leikina. Birta og ég fór aðeins yfir þig, gottu inn á bæði Fabinho og Red Sox, ég sá þú vildi koma, liggur eitthvað hjartaði með Red Sox? Já, svona pínu að ég lagði vinnu mína í það að vaka eftir þessu og ég ákvað. Já, þú gekkstu svo helviti langt. Ég gekk svo helviti langt að ég vakti í 2-3 nætur og ákvað að horfa á baseball og ég hafði nú einhvern tímann í gamla daga að vera spila baseball með tennisbolta sem að reyndar fór aðeins lengra heldur en held ég venjulegir boltar í baseball fara en allt í góðu. En ég var einmitt að horfa á og ég var ekki síður kannski að horfa á bara baseball til að horfa á baseball. Ég var að horfa á Red Sox lið og það er hvað er verið svo vinningsstemning sem er að ala á þar. Þetta er gríðarlega öflug maskína sem já, FSG, segjum bara þannig, FSG, þeir eru að búa til maskínu sem ætlar að vinna og ég held að þeir sjáu það alveg að það er kannski öðruvísi leið í baseball og þetta er samt ekki svo einfalt að bara kaupa sér til sigur. Þú ert alveg með Yankees og LA Dodgers sem eiga allir pening og allt það en það sem þeir eru að gera og það sem þeir eru að gera líka held ég að Liverpool er að ala á vinningskultúr og bara aiming for excellence og sletti og kunni ekki að þýða þetta allt í einu. Og þeir eru bara virkilega flottir í sinni nálgun. Ég held að þeir séu bara virkilega að gera gott mót og við sáum það bara í þessum sigri fyrsta sinn í 5 ár en þeir vinna núna 4. skipti frá aldamótum World Series og þar áður voru þeir í miklu vandræðum með að vera uppnefndir að hafa aldrei unnið í einhver 80 eitthvað ár þeir voru í skelfilegum málum en við erum að tala þetta er bara eina svona flottu sögunum í íþróttum rauninni eða hvernig þeir 2004 ævintýri í það algjörlega og við erum með þessa sömu eigendur og þeir eru að stefna þessum sömu ævintýrum þá langar að gera þetta sama þeir eru ekki bara inn í þessu fyrir peningin ég held að við erum bara átt okkur að því, ég held að þeir séu bara pínu heiðarlegir í því. Þeir gætu grætt meiri pening annars staðar.
og þeir græðalega helling peninga þessu, Liverpool hækkar í verði eftir því sem að betur gengur, en þeir vilja að Liverpool séu besta lið í heimi og séu deildameistarar og þeir eru að stefna því, þannig að ég bara sáttu við þá og vona að þeir standi við það. Nákvæmlega. Maggi, þú ert ekki að fara að toppa neitt í baseball umræðu, ég kem með Fabinho aðeins til þín og ég meina við vorum að ræða þetta aðeins í dag varðandi þessa leikkerfisbreytingu, þetta náttúrulega bara stækkar vopnabúri töluvert hjá okkur að fá hann inn og geta þá breytt þessum gerfi líka, sko, sérstaklega mútið svona liðum. Algjörlega sammála á það verður bara gaman að sjá þér nú, verður bara gafið því nú að heyrismann séu flest allir að koma tilbaka og við erum að fara í Arsenal-lið sem bara býsna skemmtilegt og sprækt. Þannig að það verður bara gaman að sjá þér hvort að kallinn svissar aftur yfir í þetta 4-3-3 kerfi sem að kallar svolítið á meiri hlaupur inn í miðjunni heldur 4-3-1 gerir. Það var, maður sá kílómetratölunar á hlaupunni að Fabinho og þau náttúrulega alltaf langt frá þeim kílómetratölum sem við séum Milner þurfa að fara í gegnum leikina. Þannig að það verður bara mjög gaman að sjá hvað upplegg Klopp setur inn í leikinn helgina og það er þetta bara líka gaman að sjá henni út frá því að við erum kannski ekki eins fyrirsjáanlegir eins og við vorum fyrir. Þegar ef Unai Emery er að undirbúa liðið sitt núna fyrir leikinn helgina þá þarf hann að pæla í þessu, ætlar hann að halda þetta 4-2-3-1 og vera með þetta svona riggeraða miðjukerfi og eitthvað svona líberó sem þá væntanlega Shaqiri fyrir framann eða er hann að fara aftur í þessa 4-3-3 með hápressunni. Það verður bara spurningamerki sem verður bara með skemmtilegt að tækla þegar við komum því að hvort viljum við, ég veit það ekki alveg, ég alveg til að sjá hann halda þessu svona áfram ef Fabinho nær að vera þetta og með hendur svona Milner Messi held ég að vera ennþá betur heldur en kannski helgina. Hann miklu meira direkt fram á við allavega í þessu til að byrja með, það rosalega skemmtilegt að sjá. Já, en það sem gerist í þessu leikjum þetta er þetta klassika 4-3-3, það þýðir það að miðjumennir þeir eru ekki að fara eins mikið út allan völl, við sjáum Milner og Wijnaldum þeir hafa verið í þessu 4-3-3, þá eru þeir að fara upp og pressa, það þýðir að þeir eru ofar á vellinum og það gerist þar, þannig ertu bara pílið að sitja fyrir fram á vörnina, ekki að sitja en ertu fyrir fram á vörnina, þar vinnur boltann og þá færðu ákveðið svæði, sérstaklega móti liðum eins og Cardiff sem er ekkert mikið að hápressaði, sko. Þannig að þetta er bara eins og öll snild er hún svo augljós eftir á einhvern veginn. Þannig að þetta það verður bara rosalega gaman að vita í rauninni hvora leiðina er í hlutunum. Það er bara spennandi. Það er bara algjörlega þannig. Þetta er aðeins út Maggi en allt í góðu. Þú svara kannski símanum Maggi? Það er bara það. Býrslega snúum okkur aðeins að þessum Arsenal leik, sko, þetta ekki, eins og staðan akkurat núna, þetta ekki, kannski heimskulegt að segja, færa rauk fyrir þessi stærri leikur fyrir Arsenal akkurat núna, myndi sigur ekki hjá þeim stimplaða bara svolítið inn í toppbaráttunum fyrir alvöru? Jú, í rauninni, en þeir fengu pínu bakslag í sigurgönguna síðustu helgi, en þeir eru búin að vera rosalega flottu raunni. Og þegar ég sá hver ráðningi var, þá Emery væri að fara að taka við þeim, þá óttast ég hið versta, það af því leitinu til að Arsenal yrðu bara öflugir. Og ég sá bara sumir Arsenal-menn voru leist ekkert vel á þessa ráðningu og fannst hann eitthvað svona lala og töpuðu fyrstu leikjunum. En þeir hafa virkilega komið sterkir inn og það er bara stemning hjá þeim. Við erum að fara að mæta þeim á erfiðum tíma að mörgu leyti. Þeir eru ótapaðir í langan tíma og já, fyrir þeim er þetta kannski stærri leikur en fyrir okkur er þetta jafnstór leikur að því að við erum bara ætlum að hanga í City, no matter what. Höngum í City og sjáum hvað setur, hvor blikkar fyrst. Þannig að ég vil sjá okkur mæta Arsenal miklum krafti. Ég held að þessi Arsenal leikur hjá okkur verði þannig uppláður að við tökum mikla orku, mikla pressu af því að við horfum á leikinn á móti Chelsea, við horfum á leikinn á móti City þó að við höfum ekki uppskorið einhvern blúsandi sigur. Það var þar gríðaleg
orka lögð í pressu, tempó og allt það. Ég held að það verði í gangi núna. Og ég svo sem hugsa til gömlu dagana, ég var sjálfur á reyndar ekki á Emirates en ég var á Highbury, ég var með away fans, með Liverpool fans fyrir svona, ætla þess ekki komin 15 ár, maður svona gamall, lítið hafið það, en var með away fans og við sungum sko One Nil Up, Two Nil Down, Michael Owen, ég að klúra saman, en and when Mikey came and scored that goal, poor old Arsenal, one fuck goal, en þannig var það, og Rísi skoraði jöfnunarmark í 1-1 leik, helviti fínn leikur sko, en ég held að þessi leikur sé, ég myndi segja hans jafnstór fyrir bæði lið. Nákvæmlega. Steini, ekki líka, sko, Arsenal hafa verið frábærir og þeir eru svona seinni hálfleikslið undanförnum leikjum, en þetta eitt að kannski, eins ég hef séð á í þessum leikjum, myndi ég halda að þetta væri það lið sem hentar Liverpool hvað best? Fyrirfram já, bara ekki spurningan. Það náttúrulega einfalt mál að enda með egg á andlitinu, segjandi það, því að máli bara með þetta Arsenal-lið að það hefur komið mér, eins og ég hef sagt náður, hrikalega á óvart, þá ekki hversu öflugir þeir eru sóknarlega, heldur bara hversu vel vörnin þeim hefur haldið það, því að fyrir tímabilið það fannst mér í rauninni, ég alveg sammála Magga með það að þessi ráðning á Emery var snilda ráðning og ég var alveg handviss að hún yrði góð, en ég hefði bara ekki trú á Arsenal-liðinu bara út af svona hvaða kostið þeir eru með í vörninu og þessi kaup á Lichtsteiner og Sókratis breyttu engu þarum, en hann hefur bara náð að hamra þetta lið vel saman og menn voru ekkert að efast sóknarlega getu þessa liðs, stórkostlegi sóknarmenn, mjög margir, bæði svona framalega á miðjunni og síðan fram eftir velli, þannig að þetta verður rísaleikur. Steini, þetta samt ekki alveg, sko, ég ekki alveg sammálaður því að vörnin sé búin að vera að standa neitt rosalega hefðamundi, þeir eru búin að fá á sig eitthvað 1,3 marka meðaltali leik, ég veit ekki hvort það sé eitthvað hrikalegt tap, ég man ekki alveg programmi hjá þeim, en þeir minna meira í lág og eins og við töluðum kannski fyrir tímabili, minna meira á Liverpool 2013-14, þar sem þeir bara skora meira programmið í gangi. Já, það eru nokkrir leikir núna undanfarið þar sem að þeir hafa verið komin með svona bakið upp við vegg og náða að breyta leikjunum svona í lokin, en svona heilt yfir þá bjóst ég bara við þeim bara heilt yfir slakar og þá sérstaklega út á varnarleiknum. En kannski rétt hjá þér að hann, kannski ætti maður orðað að frekar þannig að þeir séu þar sem þeir eru þrátt fyrir ekki betri vörn. Granit Xhaka var í vinstri bakverði síðustu 2 leikjum, það má alveg já, ég er alveg til í hann þar alla daga, bara hvenær sem bara við líst vel á hann okkur. Maggi, talandi dómarahotnið, tökum að þessu síðustu leiki í Arsenal, ég meina þar sko, þetta verður að stoppa, þeir eru séð síðustu 2 leiki hjá þeim, bæði hvernig sluppa mútið Leicester á kritískum tíma í fyrri hálfleik og svo náttúrulega þetta grín í síðasta leik. Þetta, já, ég er svo sem ekki í alla leikina, ég horfði orðið á þessa klippu þætti sem eru helviti flottir margir og þetta er þetta algjör skrín, ef við erum að tala okkar dómaragrein að þetta mark skyldi standa helgina, en alltaf bara svo mikil sko, enn sönnun á þessu gríni að menn nota ekki var, það er alltaf bara, þetta mark náttúrulega argar það á mann, hversu stjúpid ertu að hafa þessa tækni og fólk sitja heim í stofu og hlæja að dómarann, skilur, það er bara Vítið á móti Leicester og náttúrulega setna gula fannst mér eiginlega jafn augljóst dómarinn gjörsamlega í beinni útsendingu. Ég sammála því, ég reyndar alveg einstaklega klókt þetta mark þarna sem hann skoraði að laga sætt sem náttúrulega bara algjört sko rakigrín. Já, ég sammála því og ég það verður bara mjög gaman að sjá. Ég er sammála strákunum því að Emery hefur náð ákveðnum árangri og það verður
að því voru kannski tala um City á það verður þetta bara mjög gaman að sjá hvernig Arsenal mun ganga í svona leika móti risonum því að þeirra prógram hefur kannski ekki alveg verið þar þannig að þetta verður bara mjög fróðlegt verkefni og við höfum alveg verið að hiksta svolítið. Mér finnst reyndar auðvitað erfitt að dæma það, mér fannst samt sko átlúkið á okkar leikmönnum í leikjunum við Cardiff og Rauðstjörnuna að vera svolítið það sem að ég vildi sjá það að gera og bara vonandi það bara mótsjóði bara komið aftur og það verður bara flist inn í þennan leik sem að við erum að fara að spila núna helgina. Þá alveg klárt mál að við erum alveg að fara að gera ýmislegt og þetta Arsenal-lið alveg brota, þeir eru vissulega sterkari varnarlega, markmaðurinn ennþá svona, Xhaka búin erfitt og Leno heldur ekki alveg að heilla mig í sammála sem Xhaka, en auðvitað eru þeir mjög steina fram á því og þetta verður stærsta prófið okkar í svolítinn tíma finnst mér að díla við þarna þessa framlínu þeirra því hún auðvitað mjög flott og auðvitað eru þeir svo sem að búin að skora margt tímabilsins þegar maður var þarna einhverjar 6 sendingar algjörlega geggja mark sko. Þannig að þeir eru svolítið að ná ákveðnum mótsjóði, þannig að þetta verður bara rosalega flott próf fyrir okkur að fara inn í og kannski akkurat prófið sem við þurfum að fá til svona efasemdargaurar eins og ég hafi meiri trú að því við getum orðið meistarar því að það við myndum vinna á Emirates þá myndum við virkilega senda út svona sterkt signal út í liðinni kringum okkur að við séum bara virkilega þarna að vera stórir og sterkir kandidatar til þess að verða í fyrsta sæti þó ég hef kannski verið að tala niður á þann. Þannig að þetta verður ógeðslega spennandi leikur helginni, ég hlakka alveg ótrúlega mikið til. Nákvæmlega, þetta á laugardaginn, seinnipartsleikur, það eru 4 leikir á laugardaginn, það að vera bara skjóta á rótum í sófanum út af því að sunnudagurinn ömurlegur eftir því, fótboltalega. Ég veit ekki hvort við náum þætti fyrir leikina mútið Rauðu Stjörnunni, við látum þann leik bara liggja með til hluta, við höfum hann með inn í spá, en væntanlega erum við aftur á miðvikudaginn frekar heldur en á mánudaginn. Ég verð örugglega með uppbytun fyrir þennan leik mútið Rauðu Stjörnunni og kynni okkur lesendur síðunar fyrir þessu liði að ég svona gera ráð fyrir því. En endum þetta á spá, Steini, ég byrja þér, spá bara báðum leikjunum. Já, ég vil nú ekki athygla því að það munaði bara einu Cardiff marki frá því að ég var með hitt rétt síðast. Já, það ekki nóg, þetta Cardiff marki. Já, ég var alveg næri þið. Þetta verður erfitt. Ég ætla nú samt að spá okkur sigri. Ég held að við séum bara það massífur bæði tilbaka og fram að ég held að við tökum þetta fyrir rest. Ég held að þetta endi 2-1 fyrir okkur. En Red Star? Red Star verður obviously erfiðari heldur en heimaleikurinn en við tökum hann líka og hann fer 2-1 líka. Líst þér á þetta Bílsley? Ég ætla að segja Emirates við erum að fara að geta að spila alveg fótbolta mótið þeim, þeir opna sig 1-3 fyrir okkur og seinni leikurinn á móti Rauðu Stjörnunni ég ætla að segja 0-3 ég svo helviti bjartsýnn. Já, ég sammálaður þar. Það ekki spárendar, hann fer 0-3. En Maggi, hvað segir þú? Ég ætla að sjokkara fólk, ég ætla að vera algjörlega sammálaður á sigursteini mínum. Við vinnum hennan Arsenal-leik 2-1 helgina. Það verður hörkuleikur og allt það, en við erum að fara að vinna þann leik, held ég, með þessu scoreline. Ég aftur á móti skítræddur við hann Rauðu Stjörnuleik. Mér fannst þeir virkilega grófir og leiðilegir og þetta þarna gryfja. Þannig ég held að við svona, ég mundi svona ef ég væri búin að vera svona neikvæður sem tættis spá jafntefli. Þannig ég ætla að spá því að við vinnum 0-1 í einhverjum svakalegum baráttuleik, blálókin. Já, þetta fer 3-0 í Serbíu, það staðfest og við vinnum líka 3 marka sigur Emirates, það fer 2-5 í hörkuleik. Já, það bara mikið ég ánægð með þennan Einar. Farðu bara og kauptu auka áskrift á Stöð 2, þetta verður víðalegt. Og horfa tvisvar á hann. Ég reyndar átti reyndar magnað jinx. Ég sagði að sjálfsögðu að þetta verið fríkassa Arsenal myndi vinna í síðustu helgi
og þeir náttúrulega komist yfir eftir 10 mínútur en töpuði niður. Ég tek á mig allan heiðurinn fyrir þetta. Maggi, þetta var Master Jinx, þú ættir að læra af þessu. Og hætti að gera grín. En hérna, eins og ég segi, það væntanlega miðvikudaginn Steini. Við verðum þá líklega vel peppaðir. Við erum að fara út í næstu viku með góðan hóp eins og við komum inn á. Það verður Fulham-leikurinn. Við verðum á Anfield í næsta heimaleik. Þannig að þetta bara veislur framöndan. 2-5 á... Eina heimaleikinn við nóver, voruð þú að sjá það? Það eru 4 útileikir framöndan. Næstu 5 leikir, 4 úti. Anskotin. Borgin þarf að jafna sig eftir þetta. Það hefur alltaf verið þannig. Það hárrétt. Ég að uppfæra dresskóti til að komast inn á okkur veitingastæði þannig. Já, þú mætir ekki boss aftur. Á ég að lána það coverclub-bólið minn? Ég var allur pott þetta þurfum við þess. Ég teku öllu. Herru, takk í kvöld.